Ingi, það höllin, það alltaf eitthvað sérstakt við þennan dag og það sem kannski sérstakt í ykkar tilfelli að hún hefur ekki ennþá gefið fyrir Hólmara. Kominn tíma á það? Nei, hún hefur gefið fyrir karlalið, það ekki kvennalið, þannig að ég sammála því, mér finnst það að koma tíma þá og við erum mjög einbeitt á að gera allt sem við getum til þess að ná þessari dollu heim. Hættulegt að hafa unnið Grindavík þrisvar í deild fyrir leik helgarinnar? Nei, við munum alveg til því, við töpum fyrir þeim í Lengjubikar þar sem liðin voru svona að byrja tímabilið og við höfum bara verið í hörkuleikjum. Grindvíkingar hafa verið að bæta við sinn leik, þær hafa verið að detta inn úr meiðslustelpurnar hjá þeim og þær eru alltaf hlaðnar, liðið er bara hlaðið að fullt af góðum leikmönnum og er bara stór hættulegt bikarlið. Eins og sýndi sig á móti Haukum. Í því líka svolítið munurinn á liðunuleika eins og þú segir, Grindavík er bikarlið en á sama skapi þá er engin reynsla til dæmis í liði Hólmara við að klára þetta verkefni sérstaklega. Við erum með Gunnhildi, hún kláraði okkur fyrir 2 ára síðan þegar við varum með Haukunum og ég ætlum rétt að vona að fyrirliðin komi nú með þá reynslu til okkar og hjálpa okkur að gera sem þarf. Nei, eins og segir, við erum ekki búin að öðrast reynsluna að vinna í höllinni og ég þekki það bara sem þjálfari bæði með karlalið og KR að þetta er stór og skemmtilegur dagur. Þetta er dagur sem allir vilja fá að vera með og það eiga náttúrulega allir að mæta saman hvort þið haldi með hínu eða þessu liði. Þetta er bara svona körfubolta núna helgi og geðveikt að það sé allt í gangi hérna og frábæran gjörð og það er bara að njóta þess að vera til og kalla fram það besta í sér og með því að þá held ég að við náum að landa þessu. Njóta þess að vera til, góða skemmtun í höllinni. Takk fyrir.